Komið sælir, kæru tvíburar. Þá eru spilin ykkar komin. Smá lestur fyrir ykkur sem ég kalla bara stutt og laggott. Aðeins að taka stöðuna á ykkur. Það fyrsta sem ég sé hér, kæru tvíburar. Og mér finnst eins og þetta sé ekki í fyrsta skipti fyrir ykkur, en ég sé hérna erfiðleika í fortíð sem að þið hafi verið að yfirstíga. Þið eru að koma út úr rústunum, ef að svo má segja. Einhvers konar endir á erfiðum tímum og erfiðu verkefni, erfiðri andlegri líðan. Hugsanirnar hafa á tímabili verið við það að buga ykkur og fyrir einhverja ykkar nær þetta nokkuð marga mánuði aftur í tíman, en fyrir aðra ykkar er þetta eitthvað sem að er nýskeð eins og þar stendur. En hvað sem það er, þá tilheyrir þetta fortíðinni. Tilheyrir því sem er liðið og þaðan sem þið eruð að koma. Þetta er hugurinn sem að hefur verið ansi þungur og hann hefur í raun og veru haft áhrif á allt annað sem þið hafi gert. Og það er þessi tilfinning að vera núna búin að hrista það af sér. Og ég fæ til mín að sumarið á sinn þátt í því. Hér kemur sólin upp og hún er búin að koma hérna til margra merkja sem er afskaplega skemmtilegt og jákvætt. Sólin gleður, hún vekur upp, hún græðir og geislar sínu fegursta. Og það er þar sem þú er staddur í dag, kæri tvíburi. Sólin hefur með börn að gera, allt sem er nýtt. Og hún talar líka til framtíðarinnar. Hún veitir yl og birtu. Og það er mikil tilhlökkun með sólinni og fögnuður. Eitt af jákvæðustu spilunum í tarotstokknum reyndar og ekki amalegt að fá hana í lestrinum sínum. Hún lýsir eiginlega yfir allt annað, öll önnur spil, hvað svo sem þau segja. Þetta segir mér bara það að í dag leikur allt í lyndi og þér líður vel, bara stutt og laggott. En eins og ég sagði þegar ég byrjaði að lesa að það kemur ekki til af engu, það er að segja að þú ert að koma út úr erfiðleikum, þar sem síður en svo hefur verið bjart í kringu þig. Þannig í dag kanntu ef til vill meira að meta góðu stundirnar, litlu hlutina, alla fegurðina í kringum okkur, heldur en þú kunnir áður. Þú ert vonandi að fást við eitthvað jákvætt og uppbyggilegt, allavega samkvæmt spilinu. Og plön þín varðandi framtíðin að lofa góðu. Framtíðin felur í sér að þú takir stjórn á og sért að takast á við verkefni sem þú hefur ef til vill ekki gert áður. Þar sem þú þarf svolítið að sýna hvað í þér býr, kæri tvíburi. Eldmóður og kraftur og svolítið að stíga fram og segja þetta er ég. Fyrir einhverju ykkar sé ég að það er verið að byggja upp, byggja og betrumbæta. Og það eru plön í gangi
sem að á eftir að sjá fyrir endan á. Þannig að kraftur sólarinnar að hrinda ýmsu í framkvæmd í þínu lífi sem að þú hefur ekki kannski tekist á við áður eða fengist við áður. Og bara lofar góðu, spennandi og sterk orka sem kemur með því. Það hefur verið að hvísla hérna að mér að einhverjir ykkar kæru tvíburar eru að byggja upp ykkar ríkidæmi. Það er orðað þannig, ríkidæmi. Ok. Bara frábært að fá þessa orku. Fortíðin er vissulega til að læra af. Þessi andlegi pittur, ef að ég má segja það, sem að var til staðar, sem þið komið úr, hann skilur eftir sig lærdóm sem að þið skulið ekki gera lítið úr, heldur taka til ykkar og reyna eins og hægt er af ykkar mætti að hindra það að þið lendið aftur þar. Og það felur í sér að beisla hugan sinn. Stunda hugleiðslu, stunda jákvæða hugsun og gera sér grein fyrir því að hugurinn getur verið manns versti óvinur. Ok. Og þá erum við komin á rúnaspilinu ykkar, sem er rún sem hér heitir Teivas og hún er öfug. Hér stendur: kastaðu ekki kröftum þínum á glæ, ígrundaðu vel ákvarðanir þínar og reyndu að gera þér grein fyrir því hvað þú í rauninni vilt. Þetta eru góð heilræði og tala inn á það sem ég var að segja varðandi uppbyggingu í framtíðinni. Ef til vill slitnar upp úr nánu sambandi sem beygja þig að einhverju leyti og brjóta niður sjálfsöryggi þitt. Þetta finnst mér tala inn á það sem ég var að segja varðandi fortíðina þína og varðandi pittin. Það að slíta samband við aðra mannesku getur haft bara skelfilegar afleiðingar fyrir mann ef að maður er ekki stakkbúinn til að takast á við það og það getur skilið eftir sig langvarandi spor í tilfinningalífinu. En þú, kæri tvíburi, ert komin upp úr því, eins og ég sagði áðan, enda með sólina bjarta hérna skínandi. Til að ná árangri og vinna á meinum þarft þú að koma fram af heilindum. Eru loka orðin hérna á rúnaspilinu. Og það er kannski lærdómurinn líka af því sem að hefur gerst, að það að koma fram af heilindum, þó að þú sér þannig þengjandi, kæri tvíburi, þá eru því miður ekki allir þar, það koma ekki allir fram af heilindum. Hversu mikið sem að við myndum óska þess, og það getur verið ákveðið áfall að þurfa að takast á við einstaklingar sem það ekki gera. Þannig að það er mjög mikilvægt atriði hérna í þessari summu allri að þú þarft að koma fram af heilindum og ef þið vill vegna þér, þó að aðrir geri það ekki, skilur þau. Hafðu þá bak við eyrað í framtíðarverkefnunum þínum. Gangi sem allra best, kæri tvíburi. Ljós og kærleikur.